Næsta þrepið er skuldaþrepið. Þetta að ná reyndar að standa eins með að þarna á skuldaþrepinu, hann er ekki komin svona langt upp í jafnvægi, hann er eitthvað fært sig. Skuldaþrepið er stærsta þrepið, hér er stoppað því miður flestir, en mér finnst þetta líka að vera sorglegasta þrepið og svona daburt og erfitt þrep. Ég myndi sem við höfum svona giskað á að sé svona 26% í óreiðu, nei 24% í óreiðu, 36% manns í skuldum, 26% í jafnvægi. Það er svona cirka margir í jafnvægi og óreiðu, en langflestir á þessu þrepi sem heitir skuldir. Og við erum mjög fljót að sjá þegar fólk er að koma í viðtöl til okkar að þetta er mikill munur á óreiðu og skuldum. Mjög mikill munur á hvernig fjármálin líta út, hvernig manneskja talar og ýmislegt, og líka í jafnvægi, þannig að við erum fljóta svona að greina hvað einkennir málin og hvað þarf að gera hjá mannesku. Skuldaþrepið er þannig að nú er manneskja hætt að taka þess að sénsa. Áður í óreiðinu þá var bara eiginlega ábyrgð á að fá mér í pening og tekjur og þannig og svona, svo alltaf er hann að redda sig einhvern veginn. En á skuldaþrepinu þá er bæði komin ábyrgð á tekjum og útgjöldum. Það reyndar að vera tekjur og útgjöld, ekki innkoma, já. Og það er bæði tekjum og innkomi en líka útgjöldum. Þannig að þú ert búin að velja, manneskjan er búin að velja að borga einhverja grunnreikninga. Það er yfirleitt leiga, rafmagn, hiti, síminet kannski, það er búið að lækka það samt alveg niður í eitthvað lítið eins lítið og hægt er. Og oft hætta tryggingar, við hættum allt sem við getum mögulega hætt með og borgum leikskólan no matter what. Við svona pössum upp á þetta sem er mikilvægast fyrir okkur í grunnlífinu okkar og við borgum það no matter what. Það sem manneskja kemst að þegar hún er komin þarna upp og byrja að borga þessar grunnreikninga er að það er kannski ekkert mikill peningur afgangstíð búin að greiða það. Þannig að allir leikun og allt sem ég gerði áður eða var að reyna að gera í óreiðu ég finna það ekki pláss fyrir það. Ég hef ekki ná að gera það. Þannig að manneskjan hættir að taka sénsa og hún hættir að gera allt sem er óþarfi. Hættir að fara í bíó, hættir að koma sér föt, hættir að kaupa sér, þau veitir, kannski skyndibita eða svona, eitthvað svona sem að kostar meira og fyrir að draga saman. Fyrir að þrengja sultarólina þrengra en okkur er ætlað að gera. Fyrir að minnka lífið sitt út af því að hún hefur ekki efnaði. Og borga, hún er alltaf að borga hennar grunn en er líka að reyna að borga halan sem myndaðist í óreiðu. Og eins vel hún getur og reynir þá bara að minnka lífið sitt meira og meira og finnst hún alltaf vera og er að minna og er að afla tekna oft og allavega er alltaf einhver innkoma að koma en hún fer jafn hratt. Og oft er ofboðslega lítill peningur eftir til þess að komast yfir mánuðin sem getur verið langur og þrunginn. Kannski fá mér aðeins svona mánaðamót að geta eitthvað en það er fljótt að hverfa. Þannig að stendur sig og ætlar að gera vel með því að standa sig vel, með því að borga vel. Og borga mikið og svo einhvern tíma seinna vonandi verður lífið gott og þá get ég mögulega kannski vonandi. Ef við erum þarna árum saman, þá verður þetta daburt. Og þá hægt og rólega því lengur sem manneskja er hérna, þá týnur hann sjálfum sér. Þegar hann hættir öllu sem er gaman, hættir að gera allt sem heitir ævintýri frí og leikur. Og er bara að reyna að þrauka og vona að lífið verði einhvern tímann seinna betra. Meira segja fyrir svona kannski að telja sér trú, maður þurfi ekki mikið og þetta sé bara allt í lagi, þú veist að það sé bara að mann eigi ekki að langi neitt og hann svona hægt að velja slekkur á löngunum sem er að koma upp svona einhvern veginn, hann bara svona reynir að þakka niðriðin þannig að hann finni minna fyrir þeim og týnu draumum sínum og því sem hann langar og missir von, við missir von á samfélaginu og möguleikum sínum og svona alls konar, þannig að þetta er bara erfitt þrep, reynir svo langar það svo að standa sig og það var eins og maður sem kom til minn sem átti 6 ára dóttur, hún var að fara að byrja í skóla. Það er svona stór tímamót í lífi
einstaklings þegar hann hætti við leikskóla og byrjaði í skóla. Og hann var búinn að vera lengi á þessu þrepi og hann sagði svona, mér langaði bara að kaupa handinni skólatösku. Ég var skólatösku nýja og nýtt pennaveski og nýtt dress og bara fyrsta skóladaginn taka mynd og eitthvað svona. En hann vissi alveg að hann ætti ekki fyrir því. Ég var skólatöska, ég veit ekki hvað hún kostar. En þetta skipti hann bara svo miklu máli. Hann sagði, ég veit alveg ekki fengið góða tösku notaði hjá Báru frænku eða eitthvað svoleiðis. Ég er bara búin að fara þá leið oft að fá eitthvað sem annar er búin að nota og er nokkuð heilt. Og er búin að samfæra mig og það sé bara gott og maður er ekki verið að kaupa svona mikið. En hann langaði svo. Hann langaði þetta svo, örugglega meira fyrir sig heldur en hana endilega. Hún var örugglega ekki beint að biðja þetta 6 ára gömul. Hann langaði bara til að byrja í skóla. Þannig að það var einhver þörf á honum að honum fyndist að mér að nóg. Og þá var eiginlega sama hvað þú gerir, þú færð alltaf, kemur þessi tilfinning hérna sem heitir samviskubit. Svo kaupir hann töskuna og dressið og allt og það veitir honum gleði. Og hún er glöð og sæt og myndin tekin og allt það. En það dugar svo stutt út af því þú færði strax bara, shit. Út af því að þú átt ekki fyrir þessu, mánuðinum verið erfiðari að lifa hann og þá gastu kannski ekki borga einhver reikning sem þú ætlaði þér. Og svona það myndast einhver spenna þegar þú leyfir þér eitthvað svona og þannig að þú hættir þessu að mestu en svo færðu einstakar sinnum svona fuck it moment. Ég ger þetta bara, mér langar bara að langt henni keypti mér peysu eða langt sér, þá gerir maður eitthvað, leyfir sér eitthvað en fer beint í samviskubit. En hún finnst að vera að standa sig og er að standa sig en það bara dugar ekki til sama hvað það reynir. Þannig að það er mjög alvarlegt að vera á þessum stað í langan tíma. Myndin er einhvern veginn svona. Hann er hættur þessi vítahring, hann borgar. Það sem er að tapa er hann er bara að ganga á sig og kannski fann að veikjast og sér einhvern veginn ekki fyrir endan á þessu. Halinn er ennþá ógnað, hann er kannski ennþá á vanskilaskránni og finnst hann ekki bara geta staðið upp úr þessari stöðu, þannig að hann er alltaf að borga hana og hegða sig betur. Hann er alltaf að hegða sig betur og gera betur og veit ekki hvað það þýðir? Eyða minna. Hegða sig betur með því að eyða minna og gera minna og borga meira. Þannig að ég ætla ekki á hvort ég sé búin að segja allt. Ábyrgð tekin á að borga, hann bætir ekki við skuldum, tekur enga sénsa, hann hættir öllu sem að hættir að sleppa í raun og veru því að það er orðið óþarfi. Þannig að þá fyrir hann svona að segja, veistu hvað þetta kostar og fyrir svona að kannski tauta meira yfir þessu og vera neikvæður og svoleiðis. Hann langar í bata, hann dreymir bata, hann kann ekki leiðina og það er ennþá tilfinning með vantar meiri pening en hann vantar hellingsskilning, hann vantar yfirsýn, hann vantar skilning og hvernig þetta ganga frá svona skuldahala. Kannski eru aðra leiðir en ég kann og svona, hann er ekki komið þangað og það er eitthvað sem munur ræði næsta tíma. Þetta var skuldaþrepi. Þannig að við sjáumst í jafnvægi.